Velkomin baksviðs. Í þessum fjórða þætti ætlum við að hitta Björgvin Halldórsson á Rokksafni Íslands. Við ætlum að kynnast því hvernig þú getur tekið upp plötu í Studio Paradís. Og svo ætlum við að kíkja aðeins á klassíska gítarinn með honum Svani Vilbergs. Þetta bara tónkvísl og það komið í nokkrum gerðum. Þetta svona A-gerð, þannig að ég tjúna stilli strengin við A-nótu sem ég fæ með því að lemja svona í eitthvað þarft og þá gefur það frá sér víbring sem að þú heyrir bara ef þú leggur að eitthvað við eða eitthvað svona sem er A440 svona tíðnin. Þetta semst bara stilli græja? Já, og svo stilli einn streng út frá því, þennan, og svo alla hina bara út frá þeim streng. Segðu okkur aðeins frá hljóðfærinu sem þú ert með. Já, þetta er sem sagt klassískur gítar og hann lítur mjög svipað út og stálstrengagítar, bara venjulegur kassi og háls, en hann er aðeins öðruvísi byggður. Hann er með nælonstrengjum sem er svona aðalmunurinn og hann er svona, kannski hvernig hann er byggður byggingin inn í honum er aðeins öðruvísi, en ekkert mjög frábrugðinn venjulegum kassagítar, sko. Það er mjög lagt mikið upp úr tóngæðum og svona borðið hérna framan á víbri sem mest, þú veist, samkvæmt þeim spilahefðum sem við notum, sko. Gítarinn hann er smíðaður á Spáni af smiði sem heitir Alejandro. Og hann er smíðaður 1996. Hann er í svona bara mjög klassískum spænskum stíl. Þú veist, það er bara ein plata hérna framan á. Mikið af smiðum í dag er að gera gítari sem eru með tvöföldum borði hérna framan á og jafnvel aftan á líka, sko. En þetta er svona klassískur gítar. Og þegar þú situr með klassískan gítar, það er yfirleitt svolítið öðruvísi staða á klassískum gítarleikurum heldur en... Einmitt. Hún er svona, skal ég segja, þetta er búið að vera mjög lengi þessi hefð, sko. Og hún er líklega til að hjálpa þessari hendi að spila svona ofalega. Hjálpa þær að vera með beinan úlnlið, eins og þú talar síðasta þætti. Og síðan, sko, maður notar yfirleitt svona fótskemil til að hækka þessa löpp hérna. Og síðan leggst þessi hluti gítarsins hérna ofan á og þá ertu svona í góðri stöðu svona á öllum hálsinum. Og þú býrð til tóninn að mestu með hægri hendinni. Já. Og klassíski gítarleikarar eru með neglur sem þeir safna og hugsa vel um. Einmitt. Ég hef fengið mikla athygli út á þetta. En það er sem sagt, við notum 4 fingur. Við notum ekki litla putta, yfirleitt. Og þumallinn, sem sagt, þetta virkar svolítið eins og á venjulegum kassagítar. En það sem nöglinn gerir í rauninni er að hún ýtir strengnum svolítið svona inn í gítarinn. Í átt að búknum sem að býr til svolítið meira sound, meira power með svona nælonstrengjum.
Dúrtónstigin tónstigið sem allir verða að kunna. Það má eiginlega segja að dúrtónstigin fyrir tónlistamann sé eins og hveiti fyrir bakara. Því að innan dúrtónstigans leynast flestar laglínur sem við spilum. Allt saman innan dúrtónstigans. Dúrtónstigin einfaldur að spila og hann hljómar einhvern veginn svona. Og við getum fært hann til sama form á hina strengina. Og þetta síðasta form finnst mér vera kannski mikilvægasta formið að kunna. Inn á síðunni minni eru lög og annað sem þú getur spilað og lært tónstegana. Svo endilega kíktu þangað og lærðu dúrtónstegana þína. Við erum staddir í Studio Paradís í Reykjavík, Höfðabakka 9. Við stofnum þetta stúdíó feðgarnir hérna fyrir 5 árum síðan. Við finnum fyrir því að það var eiginlega kannski á fyrsta árinu sem við vorum hérna sem að menn voru að gera svona heilar plötur. En við erum hérna ennþá að því við erum að vona að þessi nýja samþykkt sem að er það sem að ríkið hefur ákveðið að hljóðfæraleikarar og hljómlistafólk sitji við sama borð og kvikmyndaframleiðendur að geta fengið 25% endurgreitt af öllum kostnaði sem það leggur fram við að framleiða nýtt efni, nýja tónlist. Ef að einhvern langar til þess að koma í stúdíóið og taka upp lagið sitt, hvernig fer þetta ferli fram? Já, ef hann er með hljómsveit eins og við erum með hérna eitt dæmi, það er söngvari og lagahöfundur sem heitir Hlynur Ben sem hefur sami lag sem heitir Herra og hann kemur hérna inn með hljómsveit og setja hérna í gang og þá kemur hann með trommuleikara, bassaleikara, hljómborðsleikara og gítarleikara og þeir spila allir saman í einu og vinna þetta, sem sagt leggja grunninn á laginu fyrst og hérna síðan vinna þeir auka söng, bakrættir eða eitthvað ofan á og síðan er þetta bara mixað. Og þetta þarf ekki að taka neitt rosalega langan tíma ef að menn eru vel undirbúnir og þannig. Þegar þú kemur með hljómsveit í stúdíó er undirbúningurinn mikilvægur? Já, virkilega sko. Af því að þá vinnst þetta útsetningin og annað svolítið á staðnum bara. En stundum er það þannig að það þarf að gera þetta allt svona fyrirfram og tekur þá tíma og síðan er þetta tekið. Eða það er tekið bara trommur fyrst og gert í sitt hverju lagi. En það er mjög gaman að geta hafa möguleikana að geta tekið þetta upp svona live, eins og að segja. Í leini og þú flýtur með mér, flýtur með mér. Ef að ég er með lag sem ég langar til þess að koma á framfæri og búinn að semja lagið og kann svona aðeins á gítarinn, get ég komið í svona stúdíó eins og til ykkar og klára lagið? Já. Allir velkomnir hér, sko. það er ekkert flókið, sko. En bara panta tíman og
og byrja bara, sem sagt, við getum, eins og ég sagði áðan, við getum séð hljóðfæraleikinn og skaffað hljóðfæraleikara sem þarf og og við hjálpum bara við að móta þetta í svona lag, sko, og gera það eins vel og mögulegt er. En maður getur semst komið í Stúdíó Paradís og fengið bassaleikaran og messoforti til að spila við lagið sitt. Algjörlega, það er bara, ef það er ekki allt of flókið, sko. Allir hljómarnir sem að við lærum, hvort sem það er E eða D eða C eða A, eru færanlegir upp gítarinn. Getum fært á til og þess vegna koma þvergripin til. Sem sagt, við erum bara að færa til hljóma sem við áður höfum spilað. Það sem þarf að passa við þvergrip þegar maður er að taka þvergrip er hvernig fyrsti fingurinn kemur á hálsinn. Alltaf þegar ég tek þvergrip þá sný ég fingrinum örlítið í þess átt. Það er vegna þess að það er aðeins harðara bein hérna, styttra í beinið og þá er auðveldara að ná hljómnum tærum og góðum. Það eru tvenns konar þvergrip sem eru algengust. Það er þetta hérna þvergrip og ég kalla þetta þvergrip E-form af því að það lítur út eins og E-gripið, eins og þetta E-grip. Þetta er E-form. Og svo er það A-formið sem að lítur út eins og A-gripið. Ég nota alltaf þriðja fingurinn til þess að taka allar 3 nóturnar hér. Fyrir suma er það erfitt. Sumir vilja taka bara einn putta á hverja nótu. Í rauninni skiptir það engu máli. Svo það er rosa gott að kunna þvergripin vel. Því að það einfaldar svo margt. 2 hljómar sem ég vil benda þér á að prófa að færa til er til dæmis C7 hljómarinn. Það er ekki þvergrip þó við færum hann til. Hann er flottur til dæmis upp á 7. bandi. Það er þetta E7, svona bítlalegur hljómur. Og þægilegt að skipta frá honum yfir í annan hljóm eins og A. Svo var það hljómurinn sem ég sýndi ykkur á hann, þessi D-hljómur sem er mjög gaman að færa til. Svo farið inn á síðuna og þar er ég með útskýringu á þvergripunum, hverju einu og einasta þvergripi sem við notum og við sjáumst síðar. Við erum staddir hérna í Rocksafni Íslands sem er í Hljómahöllinni sem var Stapinn og er enn í gamla daga sem að hljómsveitir spiluðu mikið og gera enn. Þetta safn er alveg frábært og þess má geta að sá sem sáði þessu frægi að þessu safni er Rúnar Júlíusson. Hann talaði við bæjarstjóra þessa tíma, þá var tónlistarskólinn hérna líka og tónlistarskólinn var út allan bæ hérna og þeir sátu uppi með þetta hús og þessi hugmynd kom frá Rúnar Júl. Og þetta er frábært framtak, hérna getur þú séð sögu dægurtónlistar bara frá upphafi, bara 1910, 20 til dagsins í dag. Og það er frábært líka til þess að vita
að bæjarfélag eins og Reykjanesbær haldi þessu úti á svona glæsilegan hátt og ég hvet fólku að koma hérna í heimsókn á meðan önnur bæjarfélag eru að loka söfnum. Þetta bara frábært. Og ég var sem sagt beðinn að koma með sýningu af ferlinum hérna í þetta frábæra hús og taka við að Páli Óskari. Hann var með voðalega flotta sýningu hérna áður. Og ég hugsaði mér nú lengi og fór svo að hugsa, býtu hvað, og þá rann upp fyrir mér, þess vegna hef ég verið að safna öllu þessu dóti. Þá kom það að notum, því að ég á öll plaggötin, ég á alla þessa gítara, ég á myndböndin, ég á myndir, ég á umsagnir, blöðin, tímarit, að því ég svona með þetta söfnunargen og safna mikið af hlutum sem tengjast mér og mínum samferðamönnum. Þetta ekki algjört egotrip, þetta bara, þú veist, bransinn og í kringum mig bara frá upphafi til enda og ég ennþá að. Svo það var bara slegið til og ég og ásamt Birni G. Björnsyni sem á heiðurinn að uppsetningu á þessu frábæra safni og sýningu slóst í lið með mér og Tómas Jóng sem rekur þetta og þetta tók svolítið tíma að koma þessu öllu saman en það tókst og þetta var opnað í nóvember í fyrra og ég bara mjög ánægður með þetta að þetta sé allt hérna á sínum stað. Hér eru myndbönd frá fyrstu hljómsveit til seinustu hljómsveitar, hér eru umsagnir, hlutir, fatnaður, gítararnir sko. Ég hef verið iðinn við að safna gíturum og held því áfram sko. Ég svona, ef ég sé flottan gítar sko, þá verð ég einhvern veginn að eignast hann. Og ég nú búinn að losa mig við svona þessar sem ekkert sérstakir. Og svo þetta líka fjárfesting. Eins og þú veist að svona sjaldgæfir gítarar, þeir falla ekki í verði. Falla ekki í verði, þeir frekar hækka ef eitthvað. Og held ég áfram sko en svo bara vaknar alltaf spurningin býtu hvað og það þarf að spila á þetta allt. Því ef þú spilar ekki á þessa gítara sko þá fá þeir bara liðagigt sko. Þá fara að fara setja á þau battur og allt svoleiðis sko. En þetta bara vandamál sem kemur seinna sko. Það komin 100 tíð með veður köld og stríð. Ég stend við glugga, myrkrið streymir inn í huga minn. Þá finn ég hlýja hand, sálin lifnar við. Eins og jörð sem stóð í skugga, en hefur alltaf lítið ljós í vetrarsól. Sko í gamla daga þegar ég að byrja þá hérna Gunnar Þórðarsson uppáhalds gítarleikarinn og ennþá. Allir þessi gítarleikari sem ég hef unnið með og þú meðtalinn Jón Hilmar, það engin eins. Það allir með sinn stíl. Jafnvel þessi sem get ekki eins mikið og svo næsti, hann með sinn stíl. Gummi P. Ég meina þegar hann getur spilað á hvaða gítargarð sem og það sándar allt vel. Já, síðan að tónlistaskólarnir fóru af stað og allt svona sko í gamla daga þegar við erum að taka plöturnar sko, þá voru í raun og veru bara 2-3 trommarar sem gátu farið í stúdíu og voru með gott sound sko. Og nokkri bassaleikarar og nokkri gítarleikarar. Núna, ég segi ekki vaxi á trjánum, en næstu því. Allt fullt af góðum hljóðfæraleikurum, alveg svolítið urmullaði. Og bæði ungir og gamlir sko, svo nóg af þessu. Við erum ofsalega heppin hérna á Íslandi að eiga svona flotta flóru af hljóðfæraleikurum. Það er bara einsdæmi í heiminum, myndi ég segja Hef ég reykað þennan refilstíg, rökkva sem þreytan að buga mig. Hvar fæ ég að halla mínu höfði nú? Herra, enginn getur bjargað nema. Já, að hafa þetta að atvinnu pældi maður ekki mikið í gamla daga. Maður var ungur bara og hress og nógu tími og hérna eins og ég sagði sko, þá var ég að
gera ýmislegt á ferlinum og ennþá. Dagskrárstjóri Stjörnunnar, ég bjó til Bíórásina, ég unni á Stöð 2, ég unni á auglýsingastofu og ýmislegt svona með þessu og með hléum og svona. En það erfitt að lifa eingöngu af þessu og ég hef bara verið svo heppinn að geta lifað af þessu næstum því af því að ég hef verið svo heppinn að vinna með svo frábæru fólki. Það það sem að ég þakka fyrir að vera ennþá að halda tónleika og ennþá í hljóðveri og það þetta góða fólk sem ég unni með.